Herði, það sem við viljum gera í Visual Studio, að það er þegar við gerum svona skipanir, eins og ef við gerum byrja að skrifa rigid, að þá sjáu þið að hún giskar á og kemur með svona autocomplete, sem er rosalega þægilegt í Unity. Þannig það er þess að við viljum að sjáist rigid body 2D og svona fleira þegar ég byrja að skrifa rigid. Okay? Þannig að til þess að það virki, að það þurfa að gera nokkra atriði. Þannig að það sem ég þarf að gera ef ég smelli á Windows takka minn og skrifa Visual Studio Installer. Visual Studio Installer, ef ég smelli á það, þá ræsist það. Ætti að gera það, þannig ekki verða. Og við þurfum sem sagt að haka við að við séum að nota Unity fyrir Visual Studio. Ok, þannig að þegar við komum Visual Studio að þá getum við smellt á Modify. Þannig að við smellum á Modify, þá kemur upp annar listi og við þurfum bara að skrolla niður í þessu lista þangað til við finnum Unity. Ef þetta mun ekki virka hjá ykkur, það sem ég er að sýna ykkur núna, þá verðið þið að koma tíminn í verkefntíma fyrir næsta þriðjudagstíman. Af því að þetta verður eiginlega verið lagi. Þetta tekur smá tíma. Ok, ekki verið það. Þannig að ég skrolla aðeins niður í þessu lista og undir Gaming og stendur Game Development with Unity. Þannig að það verður að vera að haka við þetta Þannig að haki við þetta og lokið þessu síðan. Lokum þessu. Förum síðan í Unity og hafið slökkt á Visual Studio. Slökkum á því og förum inn í Unity. Farið undir Edit. Nú er það í Edit og síðan Preferences. Þannig að bíða bara eftir þessu. Edit. Það verður þetta ekki. Já, Ok, Edit og Preferences. Vinstra megin veljum við External Tools og ætti Visual Studio að vera í þessum lista. Ef það er ekki í þessum lista, þá þurfum við að fara að brása. Og það sem við erum að leita er Access-skrá, sem er bara forritið sjálft. Þannig að það sem þið þurfum þá að gera er að finna Visual Studio inn á tölvun ykkar. Og hvernig í ósköpunum gerum maður það? Þá þurfum að vita hvar Visual Studio er. En það sem ég get gert ég get aftur smellt á Windows-merkið og skrifað Visual Studio. Ég með 2019. Þá erum við þetta valið og ef ég hægri smella á þetta þá get ég gert Open File Location. Þetta er vísu shortcut, þannig að ég þarf að hægri smella á þetta og komast að hvar forritið er í raun og veru með því að smella á Properties. Og kemur þetta. Er targetið mitt. Þannig að þetta er C-drifinu undir Program Files 86, Microsoft Visual Studio 2019, Community, Common 7, IDE og þetta heitir DevNev exe. Þannig að þegar ég er í Unity, þá fyrir ég Preferences, fer í Browse, ég fer á C-drifið mitt, Program Files 86,
Microsoft Visual Studio 2019 Community Commons 7 IDE og hérna ætti að vera eitthvað sem heitir devenv og það er að sé hægt að opna. Síðan getið prófað að opna aftur hérna svona eitthvað skript, eitthvað forrit og prófið þá að skrifa rigid body og sjá hvort það kom ekki með svona autocomplete. Vonum það besta. Ef þetta virkar ekki þá er það mætt í verkefnatíma.